Óskar, þetta hafðist, KR verið áfram í bestu deildinni, varstu hreinskil, varstu stressaður komandi inn í þennan leik? Nei, ég var ekki stressaður. Ég var spenntur og fiðringur í mér og auðvitað getur maður aldrei verið, þú veist, öruggur hvað gerist, en mér fannst bara einhvern veginn samt. Mér fannst mér ná að alla vikuna fannst mér ná einhvern veginn að halda góðri orku og jákvæðri orku og ég var ekki bara við að spennustig á leikmönnum væri hátt og það var einhvern veginn svona mitt mat í þessari stöðu sem við vorum að það væri það sem að myndi gera útslagið, að kannski utanaðkomandi pressa, utanaðkomandi umtal, þú veist, myndi gera það verkum að við erum eins og skjálfandi lauf en við vorum það svo sannlega ekki, þannig að nei, ég var ekki stressaður og er ekki stressaður yfirleitt yfir hlutum, en auðvitað ég finnir maður fyrir því að leikurinn er kannski mikilvægari, hefur meira vægi heldur en einhver annar leikur, sko. Hvernig bara fannst þér liðið spila þetta? Mér fannst liðið mitt spila að langstærstu hluta feikilega vel. Mér fannst við vera góður á boltanum, öflugir í pressunum, mér fannst við vera betri í counterpressunni, eða þess að í pressunum við tökum boltanum, fannst við vera betri en við verðum oft verið. Undanförnu, mér fannst við aðeins gefa eftir þegar við skorum fyrsta markið, að þá svona kom augnablik þar sem fáum við þetta á okkur mark og svona 3-4 mínútna kafli þar sem við settum pressa á okkur, en við unnum okkur út úr honum. Og eftir það þá fannst mér þetta aldrei vera nokkur einasta spurning. Ef við getum mætti setja út á eitthvað þá væri það kannski að við vartum að vera fullt kæruleysar á síðustu 20 mínútum. Þá var þetta orðið svolítið svona ég að skora og þú veist, fullt mikið dúlleri og svona síðasta sending ekki nógu góð en þú veist, það er svo asnalegt að vera eitthvað að fetta fingur út í það núna, það er kannski ekki stóra málið en bara frábært. Er það léttir? Já, þetta er léttir. Auðvitað er það. Þú veist, það vill enginn falla. Ég var kannski og ég er alveg kannski tilbúin til að sætta mig við það á ákveðnum forsendum en þú veist að í grunninn þá vill enginn falla og ég held að það hefur ekkert með það að gera að KR bara falli einu sinni í sögunni og það gildir það sama vestramenn. Þeir vilja ekki falla úr eftirdeild, afturdeildin vill ekki falla úr eftirdeild. Það er leiðilegt að þessi tvö lið sé að kveðja deildina, verður einhver að gera það. Kannski þeir frekar en við, en þú veist. En auðvitað, þú veist, ég bað strákan að leggja egóið sitt til hliðar vegna þess að egóið er uppfyllt af tilfinningum og það eru tilfinningarnar sem geta farið með þig, geta einhvern veginn, þú veist, snúið þér og eyðilagt fyrir þér og þú getur orðið hræddur og þú getur orðið stressaður. Og ég bað að leggja til hliðar en auðvitað er það samt þannig að einhvers staðar þarna aftast er egóið og það er kannski helst fyrir egóið að það var gott að falla ekki. KR-liðið var betra lið í þessum leik, ég held að allir getur verið sammála það, en getur skilað þeir sér svektir með að fá að geta mark að telja í? Ég veit ekki hvort þetta var löglegt mark eða ekki, en þú veist, já, þetta get ég skilið það og eiginlega ég get alveg skilið þessu svekti hvort sem að það er löglegt eða ekki löglegt, vegna þess að það skipt miklu máli fyrir að koma strax inn í leiki, þannig að já, ég er bara fullan skilning á því, er ég feginn að þetta mark var dæmt af, já, ég er líka það, en ég er fullan skilning á því að vestramenn hefðu viljað sjá það dæmt, bara þú veist í ljósi stöðunar sem var uppi, það var kannski þeirra möguleiki að komast inn í hann leik. Hvernig var að sjá KR-inga fjölmenna í stúkunum? Nei, það er auðvitað bara meiri áttar, þú veist, þessi klúbbur er auðvitað mjög sérstakur. Það er engum það logið að þú finnur ekki tilfinningaríkari stuðningsmenn heldur en stuðningsmenn KR. Það er ekkert alltaf, það er sem þú getur að verið erfitt og
og en þú veist, þeir voru meiri áttar í dag eins og þeir eru búin að vera í sumar, þú veist. Ég hef sagt áður, segið aftur, þú veist, ég held að, og ég vona að á þessu ferðalagi, þú veist, hafi menn öðlast smá auðmýkt, þú veist, auðmýktin, þú veist, við að skilja að þó að eitthvað, þó þú hafir haft eitthvað eða haft einhverju stöðu, að, þú veist, þá ertu ekki skilgreindur á fortíðin, þú veist, skilgreindur að því sem að þú hefur gert í nánustu fortíð, nútíð og svo framtíð. Og þú veist, við megum ekki gleyma því að þú veist, þú ert ekkert betri heldur en það sem þú ert að gera í dag, þú veist, að því sögðu, þú veist, þá finnst mér margt og bara margt vera feikilega gott í KR í dag. Mér finnst þetta lið vera á réttri leið, það lítur ekki alltaf þannig út, en þú veist, þegar þú ert í svona verkefni og ert að reyna að byggja upp, þú veist, þá byrjar á því að byggja og svo þarf þetta að brjóta það aftur og svo byggir aftur og þá þarf þetta að brjóta aftur og svo fara að gráta og svo verður svektur en þú heldur áfram og þegar það hefnast ekki í þriðaskipti þá farið illt umtala á þig og þá getur verið að missa móðin og þá er mikilvægt að standa í og þú veist, að vera trú sjálfur sér og veist, þetta verkefni er bara svona. Og ég held að, þú veist, kannski var þetta skrifað í skýin að við fengjum þetta verkefni til að leysa, til að hópurum myndi þroskast meira og þú veist, mér fannst þeir vera frábærir fulltrúar fyrir sjálfa sig í dag, leikmenn, bæði sem fótboltamenn og sem einstaklingar. Getur þú séð KR mun ofar í deildinni á næsta ári? Ég get ekki séð KR neins staðar á næsta ári. Þú veist, það eina sem ég get séð er bara að við munum nýta veturinn vel, æfa vel, leggja okkur fram, reyna að verða betri í því sem við erum að gera og svo það bara að það komi ljós. Ég held að flesti séu myndu segja að þú veist, ef allt hefur verið eðlilegt, þá hefðum við ekki kannski átt að vera í þessari stöðu. En ég held að lykilatriði fyrir okkur í vetur verður að halda mönnum heilum. Það var erfitt fyrir okkur hvað við mistum marga lykilmenn lengi frá og þannig að lykilatriði fyrir okkur verður að halda mönnum heilum, halda taktinum. Það var ágætis taktur undirbúrstímabilinu en svo hvarf hann svona fljótt í mótinu þegar menn fóru að hrynja út og svo að því svo þegar þú missir menn í nokkra 3-4 vikur og þá myndast svona ákveðið ójafnvægi og þannig að það liggur en hvar við verðum það verður bara komið ljós en við verðum óþægilegir fyrir alla. Og þú að þjálfa KR á næsta ári? Ég er með samning, þú veist, ég er ekki með neinar aðrar hugmyndir en það að þjálfa KR á næsta ári. Þú veist, við þekkjum þess að vita hvernig fótboltinn er. Það er eitt í dag og annað á morgun og þú veist, en ég verði í sinni mínu störfum í KR eins margþætt og þau eru þangað til einhver vísa mér á dyr. Takk fyrir þetta, Óskar. Takk.